þá það 8. dagskrárliður, drög að tillögu til þingsályktunar stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018 til 2024. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þótti ástæða til að óska eftir umræðum þessa tillögu til þingsályktunar stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018 til 2024. Bara í ljósi þess að í henni fjölmargt sem hefur áhrif á umhverfi okkar hér í bæ og annar landsbyggðar svæða. Og þessi áhrif ekki endilega neikvæð, heldur þau jákvæð, svona heilt yfir þegar maður fyrir að skoða þessa tillögu. Og það bara stundum ágætt að taka upp mál sem hafa jákvæðan vinkil. Ég ætla svona aðeins að drepa á nokkur mál sem í þessari tillögu eru. Í fyrsta lagi þá þarf kannski aðeins að velta fyrir sér skilgreiningu og framtíðarsýn. Og skilgreiningin á byggðamálum eins og horft á þau í þessu plaggi eru að það eru öll viðfangsefni sem hafa áhrif á lífsgæði og samkeppnishæfni landshluta, svo sem búsetu, atvinnu og nýsköpun. Þau snúa eflingu samfélaga, félagsauðst atvinnulífs, menntunar, menningar, velferðarmála, samgangna, fjarskipta og umhverfis- og auðlindamála. Framtíðarsýnin sem stjórnvöld setja sér hér að Ísland verði í fararbroddi með nútíma innviði, framsækna þjónustu, verðmætasköpun, jöfn lífsgæði og öflug sveitarfélög sem geta annað staðbundið verkefni, veita íbúum hagkvæma og góða þjónustu og leiða nærsamfélagi til framtíðar. Nýjasta tækni tengir viður og Ísland við umheiminn í jafnvægi við umhverfið. Þetta háleit framtíðarsýn og það hlýtur að þurfa að taka til höndum til þess að komast á það stað sem lýst hér. Sjálfu sér eru fjölmörg atriði sem hafa áhrif á þetta og til dæmis eitt að ef sveitarfélög að vera öflug þá hlýtur að þurfa að styrkja þau með einhverjum hætti og það liggur fyrir skýrsla hjá ráðherra sveitarstjórnarmála eflingu sveitarstjórnarstigsins sem gengur út á það að fækka sveitarfélögum, stækka þau, efla þau og gera þau færari að takast á við þau verkefni sem að þeim snúa. En aðeins það hvernig ætla menn að ná þessum markmiðum og þessari sýn, þá eru hérna nokkur atriði nefnd og ég ætla bara að nefna þau helstu sem að ég svona tíni hér út með tilliti til stöðu Akureyrar. Í fyrsta lagi þá tala hérna þjónustukort. En það verkefni sem á að fara í til að fá trausta sína aðgengi landsmanna þjónustu og þarna á að skrá niður hvar þú getur fengið hverja þjónustu og hversu langt í hana þá fremdu götum. Það tala hérna þverfagleg landshluttateymi sem að styrkja og auka heildstæða þjónustu á sviði félags-, heilbrigðis- og menntamála. Og þarna verið að tala einhvers konar tilraunaverkefni. Ég reyndar það sem verið að horfa til stærri landsvæða varðandi það hvernig þjónustan veitt og hvernig hún samhæfð. Það má vera að þetta sé til að styrkja þjónustuna á svæðum. Þetta hefur að hluta til náttúrulega verið gert með sameiningu heilsugæslu umdæma og þau eru orðið miklu stærri núna heldur en voru og þar með var meiningin að ná þessari samhæfingu en hugsanlega hér verið að tala það að samhafa þetta ennþá frekar. Því hér talað menntamál líka. Ég velti nú reyndar aðeins fyrir mig hvort að þarna getum við lent í því að fara að búa til aðgengi eða svona, getum sagt eins konar þriðja stjórnsýslustigið. Ég set ákveðið spurningamerki við þetta. En þess verið að skoða hvað menn að fara með þessu. Hér talað um fjarheilbrigðisþjónustu og markmiðið að bæta heilbrigðisþjónustu með nýjustu tækni fjarskipti við framkvæmd þjónustu.
og þá að leitast við að tryggja aukið aðgengi að sérfræðiþjónustu, svo sem lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga, talmeinafræðinga og sérfræðinga í líknandi meðferð. Þetta er náttúrulega hlutur sem nú þegar í þróun og við þekkjum það að hér er einkafyrirtæki sem rekur til dæmis talmeinafræði þjónustu í gegnum netið og það er alveg örugglega hægt að auka þessa þjónustu bæði hvað varðar þjónustu við Akureyringa og ekki síst við þá sem búa fjær eins og Grímseyinga. Svo talað hérna almenningssamgöngur á land allt og það náttúrulega verið að tala hér að styðja og styrkja og efla það kerfi sem fyrir að koma á almenningssamgöngum land allt sem allir geta nýtt og notið. En það er alveg ljóst að það þarf að gera á því heilmikla bragarbót því kerfi sem er í gangi núna, en það hefur stjórn Eyþings sagt upp samningi þessa þjónustu. Eyþing og landshlutasamtökin hafa semst rekið almenningssamgöngunar en það er ekki fræðilegu möguleiki að þau geti gert það á meðan er ekki rekstrar grundvöllur fyrir þessari þjónustu. Þannig að ef þarna á að koma til styrking á þessu, þá hljótum við að horfa til þess að þessu verði stýrt með öðrum hætti en nú er og fjármagn verði þá nægjanlegt. Flug sem almenningssamgöngur, þetta er náttúrulega afar brýnt verkefni og erfitt að vinna að nú þegar og reiknað með starfshópur sem að fara yfir þetta mál í dag. Það sem verið að skoða meðal annars þessa svokölluðu skoskuleið skili af sig fljótlega og það þýðir það að það verið að ræða það að greiða niður flug, innanlandsflug fyrir þá sem búa á ákveðnum svæðum og eru þar með lögheimili. Þetta er náttúrulega hugsað til þess að gera þá flugið samkeppnishæft við bílinn eða rútuna og það er alveg ljóst að þetta mun muna miklu með tilliti til þess að geta nýtt þennan möguleika vegna þess að í dag er þetta verulegu kostnaður eins og fram hefur komið í fréttum. Það var nú tekið dæmi af því að ef Austfirðingur ætlaði með fjölskylduna í leikhús í Reykjavík þá þyrfti hann fyrst að borga vel yfir 100.000 krónur í flugfargjöld til þess að komast á svæðið. Og það er náttúrulega hróplegri andstöðu við markmið sem koma fram í þessari tillögu að ef á að gefa landsmönnum öllum betra tækifæri til að nýta sér þá þjónustu, listir og menningu sem að verið að byggja upp þá aðalega á höfuðborgarsvæðinu, að þá verður með einhverjum hætti að vera hægt að mæta og jafna aðstöðu fólks eftir búsetu. Hér er líka rætt töluvert uppbyggingu innviða fyrir endurnýjanlega orku á landi og í höfnum og það er náttúrulega fyrst og fremst að ræða það að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka hlutfall vistvænna orkugjafa og haldi verið áfram uppbyggingu innviða fyrir vistvænar bifreiðar með tillit til hleðslustöðva. Og hér er líka talað það að það eigi að rafvæða hafnir og koma þá að aðgengi að raforku tengingum í höfnum. Þetta er náttúrulega hálegt markmið og getur sjálfsagt orðið að veruleika einhverju leyti á höfuðborgarsvæðinu en það er alveg frálegt að þetta getur orðið á landsbyggðinni nema raforkukerfi verði stýrt þannig að raforkuflutningarnir dugi til. Þannig að þetta hangir saman við annað verkefni sem hér er nefnt. En það sem er fróðlegt samt í þessu þegar maður fer að tengja þetta saman, það er að svona 4–5% af losun gróðurhúsalofttegunda er af völdum bifreiða. 70% á Íslandi í dag er vegna framræslu lands, þar að segja við erum að grafa hér skurði og þurrka upp mýrlendi. En það er ekki minnst á það í þessu, en það er kannski eitt af því sem kemur þá bara annar staðar. Hagnýting upplýsingatækni til háskólanáms er nefnt hérna og markmið að bæta aðgengi að námi á háskólastigi þá með án staðsetningar eða óháð búsetu. Þetta er kannski eitt af því sem að hefur töluverð áhrif hérna á Akureyri vegna þess að rektor og háskólans á Akureyri og reyndar
stúdentaráð hafa ályktað að þau vilji fara í uppbyggingu stúdentagarða við háskólann, sem háleit markmið í sjálfu sér með tilliti þess að fjölga þá möguleikum til þess að fólk geti flutninga og synd námi. En ef að við erum að stíga það skref sem að mér sýnist nú vera komið á fullt skrið í háskólanum af eigin reynslu, að nemendur geti setið heima en verið samt í skólanum í formi vélmennis, þá gefur auga leið að það verður bara minna og minna það að nemendur flytji í búferlum til að stunda háskólanum eða hvað. Þetta allavega eitthvað sem að þarf að skoða. En þetta vissulega háleit markmið með tilliti þess að við greiningu á menntunarstigi íbúa á landsbyggðinni annars vegar á höfuðborgarsvæðinu hins vegar, það kemur í ljós að menntunarstig á landsbyggðinni töluvert lægra en á höfuðborgarsvæðinu, sem hefur alveg örugglega áhrif þetta aðgengi að háskólanum, eða þá hitt að þeir sem fara til háskólanum suður, þeir skila sér illa aftur. Og þess vegna þetta náttúrulega kannski ein af þessum leiðum sem hægt að fara í. Svo talað hér svæðisbundna flutningsjöfnun sem ég held að sé verulega stórt mál fyrir landsbyggðirnar. Ef að menn fara þessa leið að fara að jafna flutningskostnað fyrirtækja sem út á landi, og ég horfi núna bara til fyrirtækja sem til þess í matvælaframleiðslu hérna á Akureyri, að þau búa við það náttúrulega að þurfa að koma vörunni á stærsta markaðinn á höfuðborgarsvæðinu og það bara verulegu kostnaður bak við það. Og þetta til dæmis eitt af þeim verkefnum sem ég held að geti stutt við og stýrt við atvinnustarfsemi út á landi. Mjög jákvætt. Nú þegar farið að tala jafna tækifæri til atvinnu, þá það náttúrulega flutningskerfi raforku og bætt orkuöryggi sem kemur fyrst upp í hugan og fjallað hér og þetta náttúrulega kannski eitthvað sem fer vonandi að verða veruleika, því að það alveg sama hvaða plögg maður les orðið eflingu landsbyggða eða atvinnustarfsemi út á landi eða lífsgæði út á landi, að það alls staðar talað flutningskerfi raforku og bætt raforkuöryggi eða orkuöryggi. Og þetta náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir okkur, ekki síst í ljósi þeirra upplýsinga sem komu hérna fram daginn á fundi sem Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar stóð fyrir, þar sem var verið að leggja fram skýrslu stöðu raforkukerfisins hérna á Norðurlandi eystra. Það kemur í ljós að orkutopparnir hérna, notkun á topparnir, þeim fjölgar alltaf, sem þýðir það að líkurnar á hruni í kerfinu verða alltaf meiri og meiri og meiri. Þetta hefur síðan áhrif á spennustigið, sem hefur síðan áhrif á þann tækjabúnað sem við erum að nota og tengja raforku. Það er augljóst óhægraði af og hreinlega bara tjón. Svo hérna nefndur stuðningur við byggingu smávirkjana sem skiptir okkur líka máli. Þetta eitt af þessum verkefnum sem Fallorka í og Atvinnuþróunarfélagið hefur verið að vinna að áætlunum og skiptir okkur máli ef að það verði stutt í það, og það alveg ljóst að eftir því sem við getum framleitt stærri hluta af okkar orku, þá náttúrulega styrkist kerfi hjá okkur. En það nú samt ljóst að það verður seint sem við náum að dekka það með smávirkjun. Nú, nýsköpun í matvælaiðnaði nefnt hérna. Og þar verið að tala að efla nýsköpun og auka sóknarfæri matvælaframleiðslu. Starfsemi rannsóknar og þróunarsjóða á sviði matvælaframleiðslu verið tekin til endurskoðunar að kanna möguleikar og sameiningu þeirra. Og það verið að tala að koma á fót svona öflugum matvælasjóði sem geta stutt betur við nýsköpun í þessari atvinnugrein. Ég held að tækifærin til dæmis í kjötvinnslu séu ótrúlega mikilvægt og kannski aðeins að horfa til þess hvernig farið var að í sjávarútveginum hvað þetta varðaði. Svo hér annað mikilvægt atriði sem eru störf án staðsetningar. Og hér bara sagt að markmiðið sé að 10% allra auglýstra starfa í ráðuneytunum og stofnunum þeirra verði án staðsetningar árið 2024. Þetta töluverð
breyting og það er bara hreinlega, ráðuneytinu er hreinlega bara gert að skilgreina störf sem getur verið án sérstakra staðsetningar og það er einnig talað það að koma gögnum í ríkara mæli á stafrænt form svo að hægt sé að styðja við þetta verkefni. Og það er semst ætlast til þess að það sé tekið mjög skýrt fram að ef svona starf er auglýst að það sé starf án staðsetningar. Svo er talað hér fjölbreytt atvinnutækifæri all land. Það hefur bara hreinlega verið þannig í gegnum, síðustu 10-20 ár að störfum út á landsbyggðinni sem tengjast, ef við skulum segja stjórnsýslu, hvort sem er hjá kirkju, prestar, sýslumenn, starfsmenn á slíkum skrifstofum, þeim störfum hefur fækkað vegna fækkunar starfsmanna og sameininga embætta, það liggur alveg fyrir. Þannig að hér er kveðið á það þegar ný starfsemi hefst á vegum ríkisins að þá verði starfseminni valinn staður utan höfuðborgarsvæðisins ef þess er nokkur kostur sem hlýtur bara að teljast hálegt markmið og bara ágætt markmið til að mæta þessari fækkun sem orðin hefur á störfum víða á landsbyggðinni. Nú fleiri flughliðin í landið, hér er enn og aftur tekið á öðru máli sem að við höfum verið að fjalla mikið og það er bara hið besta mála menn að sé nefnt í raun og veru hverju plagginu vegum stjórnvalda á öðru og það er það að fjölga hér gáttum inn í landið eða flughlíðum og að koma á reglulegu millilandaflugum alþjóðaflugvöllin Akureyrar og Egilsstaði og það sé meðal annars gert til að stuðla að dreifingu ferðamanna all landi, bættri nýtingu innviða og bættum búsetuskilyrðum. Við sjáum það náttúrulega að efling á þessu sviði þarf að segja ferðaþjónustan, hún er að skila sér til dæmis í styrkingu byggðar í Mjósveit, þar sem íbúum hefur fjölgað verulega núna til dæmis síðasta árið. Síðan er hér talað fjármagn til nýsköpunar og þar er verið að tala sérstaklega nýsköpun og fjármagn til þess í dreifðum byggðum. Það geti haft til dæmis áhrif í Grímsey og Hrísey. Svo er talað hérna líka verkefni sóknaráætlana sem á að halda áfram að styðja við og ég gerir ráð fyrir að verði fjallað hérna á eftir. En sóknaráætlanir eru náttúrulega stór verkefni og það kemur með þeim mikið fjármagn sem að heimamenn deila hér út og við höfum verið að gera á vettvangi Eyþings og það er í raun og veru ágætis tækifæri og það er bara gaman að sjá hvernig það þróast. Þá að halda áfram með verkefni brothættar byggðir og styðja við það og ég held að það sé bara vel. En ég held að sé líka mjög mikilvægt að menn stígi fyrr inn í byggðarlög þar sem að íbúaþróun er mjög neikvæð og komið þar inn til einhverja aðgerða vegna þess að það er rosalega erfitt að eiga við þessa þróun þegar hún er komin of langt. Og það er svo sem spurning hvernig hlutirnir þróast eða sérstaklega í Grímsey en við vonum náttúrulega með aðgerðum að tekst að halda við í Grímsey en þetta er orðið mjög snúið vegna fólksfækkunar þar. Það er bara morgunljóst. En það er gott að menn ætla að reyna að halda þessu verkefni áfram. Og svo er annað sem ég líst vel á hérna og það er höfuðborgarstefna. Það er að móta höfuðborgarstefnu sem skilgreinir hlutverk Reykjavíkurborgar sem höfuðborgar allra landsmanna, réttinda skylduborgarinnar sem höfuðborgar Íslands og stuðlar aukinni samkeppnishæfni þess sem á landsins alls. Ég ætla rétt að vona að menn taki þarna til dæmis á stöðu borgarinnar gagnvart Reykjavíkurflugvelli sem þjónustumiðstöð við landið og fleiri þáttar sem að því snúa því að það er bara gríðarlega mikilvægt að þarna verði
tekið dálítið á málum og skilgreiningar gerðar skýrari. Þetta er ekkert ósvipað þeirri vinnu sem þarf að fara fram gagnvart Isavia, þar sem menn verða að fara að koma sér saman eigendastefnu, þannig að það liggi ljóst fyrir hvert er hlutverk þessa fyrirtækis á landinu öllu en ekki bara á hluta þess. Og ég tók eftir því daginn að það er búið að kjósa nýja stjórn Isavia sem ég þótti bara mjög athyglisvert að þar komnir inn 2 landsbyggðar fulltrúar á stjórnina. Sá þriðji hefur lýst yfir að hann sé mjög landsbyggðarsinnaður, þannig að ég ætla bara rétt að vona að nú verði stefnubreyting í vinnubrögðum og sýn Isavia á þá alþjóðaflugvelli sem eru utan Keflavíkur. Þetta svona það sem ég vildi draga hérna fram. Ég fór ekkert í alla þætti, en þetta eru svona helstu þættir. Og mér finnst þetta margir hverjir vera þættir sem skipta okkur mjög miklu máli. En það er líka dregin hérna fram íbúaþróun á svæðum á næstu árin, og mér finnst nú hlutur Norðurlands eystra að vera heldur rýr þegar maður fyrir að horfa á þessi íbúaþróun eins og henni er lýst hérna. Að miðað við miðspá þá verði íbúar á Norðausturlandi rétt 32.000 árið 2024. En við vorum 1. janúar síðastliðinn 30.500. En það sem er að því að við erum að tala hérna svæðið okkar, Akureyri, Eyjafjörð og aftur Norðurland eystra, þá er athyglisvert að síðan 2010 þá er íbúum Akureyri fjölgað 1059, en íbúum í öllum Eyjafirði hefur fjölgað 1050. Þannig að það hefur orðið veruleg fækkun í hinum sveitarfélögunum, og það hefur orðið veruleg fækkun í öllum hinum sveitarfélögunum nema Svalbarðsstrandarhreppi, þar sem að fjölgunin er 85 og mest núna bara síðustu ár, 2-3 ár, og stafar þá fyrst og fremst af jarðgangagerðinni, og það verður fróðlegt að sjá þegar hún er búin og hversu mikið íbúum fækkað þar. En íbúum hefur líka fjölgað eilítið í Grýtubakkahreppi, er orðnir 372 núna 1. janúar. En þegar maður horfir austur fyrir Vaðlaheiðina, þá hefur íbúum þar fjölgað 397 af þessum 10 ára samtals. Þar í Norður-Þingi 317 og 104 í Skútustaðahreppi sem er verulega mikil fjölgun. En það er eingöngu á þessum 2 svæðum sem er fjölgun. Þannig að við erum að sjá hérna ákveðna þróun verða á okkar svæði, sýnist mér. Og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur í þessum pælingum okkar þetta svæði hérna sem eitt atvinnuþróunarsvæði sem hefur áhrif á viðhorf okkar til þeirra þátta sem ég er búin að fara hérna yfir og þessara tillögu sem hér liggur frammi. En þetta er bara svona vangavelta sem fylgir þessu. En það er alveg morgunljóst að við erum að sjá fram á meiri samþjöppun íbúa held ég inn á þessu 2 meginkjarna, þessu atvinnukjarna, núna næstu árum. Ég ætla að leggja hérna fram tillögu ályktun í framhaldi af þessari umræðu sem ég legg hérna fram til umræðu líka, og er reyndar búin að fara til bæjarfulltrúa og þeir hafa komið með athugasemdir við og ábendingar. Og hún hljóðar svo: Bæjarstjórn Akureyrar fagnar framkominni tillögu til þingsályktunar stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018 til 2024. Þar er tekið á helstu verkefnin sem talin eru skipta miklu máli til að viðhalda byggð í landinu og jafna aðstöðumun íbúa landsbyggðanna miðað við íbúa höfuðborgarsvæðisins. 2 atriði vantar þó tilfinnanlega, annars vegar að ferjuleiðir verði skilgreindar sem hluti þjóðvegakerfisins og hins vegar áætlanir um uppbyggingu iðnnáms. Úr þessu þarf að bæta. Það er hins vegar ljóst að flest þessara verkefna verða ekki að veruleika nema til komi markvissar aðgerðir og nægar fjárveitingar á fjárlögum hvers árs.
Bæjarstjórn hvetur Alþingi til að hafa þau verkefni sem eru sett fram í þessari tillögu ofarlega í forgangsröðinni við gerð fjárlaga næstu ári. Og þá læt ég máli mínu lokið í bili. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason í að lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Forseti, bæjarfulltrúar, ég verð nú kannski ekki alveg á sömu uppbyggilegu nótunum og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Þegar ég fór að lesa yfir þessa tillögur, þá var hausinn á mig bara eins og svona á góðri umferðarmiðstöð á háanna tíma. Það fór allt að ég. Þetta er meira og minna allt sem við erum löngu búin að sjá áður, mikið af þessu og ekkert hefur gerst. Og nú er bara komin inn heilagur sannleikur hvernig á að gera þetta. Flokkar sem hafa verið, jafnvel státt sig að vera 100 ára gamlir og þá er komið byggðaáætlun allt í einu. Já, frábært ykkur. Ég fór nú svona las þetta líka yfir og það er margt jákvætt í þessu. Ég er nú ekki alveg að skjóta það allt saman niður. Sumt af þessu fannst mér nú svona alveg þess virði að staldra við. Og hér til þess kemur setning sem er talað jafnt aðgengi að þjónustu. Öll heimili og vinnustæðir eiga kost á ljósleiðara eða háhraðanetti fyrir 2020. Fyrir 2020. Þá á 99,9% af öllum heimilum í landinu, lögheimilum, að vera komið yfir, eða vera komið ljósnet. Erum við að fara að grafa bæinn hérna sundur og saman því þetta er ábyrgð sveitarfélaganna, þau að framkvæma þetta. Meira með öll neðribrekkan, hún hefur bara ekkert að tengja það. Þannig að það er töluvert þannig sem kemur beint við okkur. Þó að séu búið að veita styrki og að aðstoða fámennir sveitarfélög til að fjármagna þetta, þá sitjum við upp með þetta hérna megin. Nú, þetta er nú bara svona vangavelta. Sveitarfélög og landshlutasamtök þeirra verið hvött til þess að skoða möguleika á að styrkja rekstur safna og setra og sýna með sameiningu eða samrekstri. Það var að hvetja okkur áfram til þess. Með einu góðu húi eða. Erum við að tala um þetta stórefla fjármagn. Það kemur líka inn á aftur hérna þegar við erum að tala að sveitarfélög á hverju svæði sóknaráætlana verður hvött til samstarfs gerð svæðisskipulags til að marka sameiginlega stefnu málefni sem varða sameiginlega hagsmuni innan landshluta. Að hvetja einhver til góðra verka hefur ekki virkað sérstaklega vel áfram í samningamálum. Við verðum að fara að taka pólitíska kjark í því að setja einhver alvöru mörk í þetta, þannig við förum að geta sett einhverja heildstæða stefnu hvernig við viljum hlúa að íbúum landsins. Við erum endalaust að slást þetta. Men vilja bara ekki sameinast. Bændum verður auðveldað með lánum á viðráðanlegum kjörum. Meðal annars til þess að auðvelda kynslóðaskipti í landbúnaði. Af hverju er ekki öllum Íslendingum bara boðið upp á viðráðanleg kjör? Á að taka bændur út af því að þeir skulu fá sérstaklega góð kjör. Og hvað með okkur hinn? Hver er datt þetta rugl í hug og setja þetta fram? Skipta út krónu og getur búið öllum almennileg kjör. Nei, þá getum við taka bændur sérstaklega. Hvað með útgerðir? Þó ég vil ekkert endilega hjálpa þeim sérstaklega. Hvað með smábátaeigendur sem vilja fara í nýliðun? Hvernig á nýr ungur maður eða ung kona að fara að kaupa sér lítið bát og trill og kvóta? Hann skal fara í bankan sem vil ekki sinni lána fyrir kvóta.
Þetta er ekkert jafnra þessu. Taka bændur sérstaklega út og lána þeim sem eiga í erfiðleikum þar. Ég er bara að lesa þetta mörgu sinnum yfir. Skoðað verður kostið þess að nýta námslánakerfið og önnur kerfi til að hvetja fólk til að setja stað í dreifðu byggðum. Mér finnst það frábært. Það er bara, það er búið að tala um þetta lengi. Og flest okkar líður svona eins og við sem að tala við hraðbanka, það gerist ekkert. Þannig að það er að gera miklu meira, það þarf líka að laga skattkerfið. Gera ykkur svona skattasón með við þjónustu. Starfsemi fjölmiðla utan á höfuðborgarsvæðinu verið efld. Það er spennandi. Nú, ég hjó líka í það á þessu að, eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, að jöfnun flutningskostnaðar vegna verslunar og var að greiða niður þá aðföng af flutningskostnaði. Þetta er nú engin stórkostleg hugmynd. Þetta er náttúrulega búið að vera í líði held ég hérna í áratugi, en lítið gert. Almenningssamgöngur um allt land. Við þekkjum reynsluna á því og allir gríðarlega jákvæðir, sérstaklega sveitarstjórnarmenn, og þurfa að taka það yfir. Áfram verður unnið að því að liðka fyrir nauðsynlegri uppbyggingu og viðhalds á flutnings- og dreifikerfi raforku. Really? Voru ekki 10 ár að berjast verið að koma ykkur smá skipulag á því að koma línu frá Blönduvirkjun hingað yfir? Bíðum með það aðeins. Hvernig verður að plata? Það er einfaldlega finnst mér lífið pínlega að vera að draga okkur svolítið afsnæður á. Ég bara, liðka fyrir nauðsynlegri uppbyggingu. Það er ekkert að gerast annað. Þá þarf hugsanlega að byrja á því að endurskipuleggja allt sem Landsnet er að gera. Og það gerist ekki á einum degi. Það var svæðisbundna flutningsjöfnun. Markmið með verkefnu var að endurskoða lög frá 2011 svæðisbundna flutningsjöfnun. Tilteknir þættir hafa orðið til þess að styrkir til framleiðslufyrirtækja hafa verið lægri en gert var ráð fyrir í upphafi. Þetta er sannlega fyrst skipti sem við upplifum það. Það er alþekkt að veita fyrirtækjum flutningsstyrki vegna legu eða vegna staðsetninga á landinu. Það var nú þannig ekki fyrir allmörgum árum að framleiðslufyrirtæki út á landi fengu sérstaka styrk eða sérstaka afslátt á umfram orku. Það var bara fyrirtækjum út á landsbyggðinni veittur sá styrkur eða það gjald. Af því að og það var til að koma móts við þennan flutningskostnað. Það var tekið af Landsvirkjun með einu pennustriki og orkan hækkuð 300%. Það er ekki múk. Það hafði stórar afleiðingar og slæmar afleiðingar fyrir svæðið. Það var bara fullt af fyrirtækjum á svæðinu sem fóru að huga að því hvernig komum við þá framleiðslunni bara suður. Því að vera í framleiðslu er svolítið Excel-skjal. Er þetta hægt? Er ykkur arður af þessu? Borgar þetta sig? Eða þetta er einkarekstri? Mikið af pökkunum hafa farið til Reykjavíkur. Meðal annars vegna sem við hækkuðum rafmagn á þessu fyrirtæki langt umfram það sem er annars staðar. Af því að þetta var styrkur vegna flutnings á afurðum. Við viljum bara hætta pökkun meira með öllu hérna. Þetta er bara orðið lager. Mjólkursamsalan búin að færa alla framleiðslu sína meira með suður Ástagerð. Sem betur verið þá sumir að berjast í bökkum með þá. Nú, frádráttur vegna aksturs til og frá vinnu.
Voru alþingismenn að fatta þetta núna? Nei. Þeir eru heldur betur búin að hafa þetta, eins og okkur öllum er kunnugt. Og ekki nóg með það að það er að tala um frádrátt, og ég ætla að fá að koma inn á þingið, þetta er nú landsmál, að þeir eru ekki með frádrátt vegna aksturs til að fá vinnu. Þeir eru með undanþegið. Það er töluverður munur þar á. Þeir þurfa ekki að gera skýrslu, gera bara dagbók. Mér finnst það reyndar ágætt að koma inn fyrir alla, það skal bara í eftir alla ganga, það er bara mjög gott. Jöfnun og aðstöðu á millilandaflugvöllum, já, það er ágætt að fá þetta á blað. Þar kemur meðal annars talað um eldsneytisverðið. Og það er búið að setja sérstaklega hóp í gang, stemt verið að því að hópurinn skili tillögum fyrir árslok 2018, hvernig skuli jafna eldsneytisverð. Það geta allir hérna inni gert það fyrir hádegi á morgun. Hver er þann einasti? Fjármögnun til nýsköpunar, þetta er sprungu nýtt. Nei. Mat á árangri af úthlutun byggðakvóta. Þetta er þetta frábært. Og algjörlega tímabært að meta nákvæmlega hvort þetta sé að virka og hvernig þetta er að virka. Og ég er mjög spenntur fyrir að sjá niðurstöður því, ef það verður þá upp á borðinu. Stuðningu við einstaklinginn, námslán, það er margt spennandi að gerast þar. Höfuðborgarstefnan, ég svo sem fór enga á Kornísa. Liður 11C, fleiri konur í sveitarstjórnir. Það er sett sérstaklega í byggðaráætlun, átaksverkefni fleiri konur í sveitarstjórnir. Ég er sammála að hafa jafnt kynjahlutleysi í sveitarstjórnum, en er þetta sérstaklega byggðaráætlun verkefni? Verkefni sem þetta er fínt. Af hverju bara sveitarstjórnum? Af hverju ekki í stjórnsýslunni? Af hverju á Alþingi og allstaðar? Af hverju taka sveitarstjórnarstigið bara út? Við erum heppin hérna á Akureyri, sitja nú til dæmis bara af 11 bæjarfulltrúum í dag og sitja 6 konur og ef vel til tekst næstu sveitarstjórnarkosningu þá verður meirihlutinn sannarlega hérna mannaðar á konum. Og við þurfum ekki sérstaklega átak. Og það stendur hérna að það hafi verið erfitt að fá konur til starfa í pólitík eða stjórnmálum. Ég hef aldrei upplifað það, ekki þeim flokku sem ég hef verið að starfa allan í. Þá er þetta stundu getur þetta verið spurningu hvort að flokkarnir ætti að breyta sér. Ég hef verulega áhyggjur af íbúðaþróuninni, þetta eru sláandi tölur. Ef ekkert er gert, þá er þetta nú ekkert sérstaklega sexy. Og við þurfum að sýna miklu meiri hörku og vilja við stöndum í sveitarstjórnunum. Hvers skýt sem kemur ykkur svona stefna frá Alþingi sem við höfum séð mörgu sinnum áður, finnst engan veginn nóg að koma með eitt hú og halda allt gerist. Þessi áleitni frá sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom með upp er mörgulegt ágætt ef ég hefði fulla trú á þessu plaggi. En eitt af stóru málunum sem hægt er að gera strax, það er að jafna tekjuskiptingu milli sveitarfélaga. Þannig að sveitarfélögin fái sannarlega þá hlutdeild af tekjum sem þeir eiga rétt á. Fjármagnstekjur og arðgreiðslur eru tekjur í dag hjá mjög stórum hópi, hjá mjög efnamiklu fólki. Við fáum ekkert að þessum skerf. Nú, og ef sveitarfélagið sæi sóma sinn í því, ríkið, að sinna þeim verkefnum sem það ætti að vera að sinna í dag. Það var ekkert svona plagg til þess
Það til lög það hvað ríkið á að sinna. Ef þau myndi sinna þeim með sómasamlegum hætti og við þyrftum ekki að vera að hjálpa þeim með þessi verkefni með því að sækja í sjóði sveitarfélagana sem á að fara í önnur verkefni af því að þeir treystir ekki til þess, þá gætum við algjörlega gert þetta sjálf. Ég meðal sér bókum við hennar lið og hún hljómar þannig og vonandi að fleiri bæjarfulltrúar gætu sæði sómasamlegum takum til það. Ég bara einfaldlega krefst þess að sveitarfélögin fái þegar í stað réttan skerf af arðgreiðslum og fjármagnstekjum sem nú renna eingöngu til ríkisins. Geri ég að fara þá kröfu að ríkið sinni lögbundnu verkefnum sínum í öllum sveitarfélögum, svo sem málefnum aldraðra og fleirum. Þá tel ég metnaðarleysi ríkisins gagnvart þjónustu við barnafólk kristallast í því að stefna nú einungis á 12 mánaða fæðingarorlof og láti sveitarfélögin það eftir að brúa bilið. Það sem þetta er. Ríki á að sjá sóma sinn í að lengja fæðingarorlofi í að minnst ykkur 18 mánuði. Þá gæti sveitarfélögin klárlega að tekið við. Sinni ríkið sínum verkum mun ekki standa á sveitarfélaginu að bæta þjónustuna við íbúa. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég held að gæti einhvers misskilnings í þessu yfirferð bæjarfulltrúa Brebens að því leytinu til. Og það er alveg rétt að flest öll þessi mál hafa komið fram áður. Byggðaáætlunin er heldur ekkert nýtt plagg. Byggðaáætlunin hefur verið í gangi miklu oftar og í raun og veru var byggðaáætlun í gangi til ársins 2017. Það sem við erum hins vegar að horfa til er það eins og í öllu öðru, bara eins og við viljum sjálf vinna vegna þess að við viljum að það sé gerðar áætlanir, við viljum að sé farið eftir þeim og það sé unnið í samræmi við þær. Nú er að vinna áætlun. Það má gera lítið úr mjög mörgu í þessu plaggi, orðalagi og öðru. Það er alveg ljóst að ákveðnir aðilar hafa svo sem ekki staðið sig sem skyldi, til dæmis varðandi raforkuflutningun og fleira. Hins vegar liggur það líka alveg ljóst fyrir að það eru mjög mörg mál sem er ekkert einföld í úrvinnslu í þessum þáttum. Ekki frekar en hér inni þegar við stöndum frammi fyrir málum sem að við þurfum að leysa og gerum ekki þó að þyrfti ekki nema eitt pennastrikk til þess. Og af hverju gerum við það ekki? Vegna þess að málið er kannski heldur flóknar en svo að pennastrikki dugi þó að við værum algjörlega sannfærð það að það væri það eina rétta. Þá vantar bara kjarkinn hér líka, oft á tíðum. Þannig að ég held að skipti bara öllu máli þegar við erum að vinna í þessum geira að við séum bara á sanngirnisnótun. Við höfum verið að ganga eftir því að ríki standi við sitt, það er alveg hárrétt. Við erum enn að ganga eftir því. Við erum enn að hvetja þá til að gera það og gera það með markvissum hætti. Og ég held að það bara skipti mjög miklu máli. Hvað var það tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga, þá verðum við líka að horfa eins í eigin rann. Ef við skoðum bara lítið samfélagi eins og bara Eyjafjörðinn og ekkert annað og veltum því fyrir okkur hvað er verið að setja fjármuni hérna í Eyjafirði bara til dæmis í stjórnsýslu einu og sér sem væri algjör óþarfi vegna samlegðar ef þetta var eitt sveitarfélag. Hellingspeningar sem við getum nýtt. Og það er alveg ljóst líka að flest sveitarfélög þau ráða við það að gera, að taka inn einsásbörn í leikskóla og reka leikskóla. Það er spurning forgangsröðun fjármuna. Og ég ætla bara að nefna það og við getum bara tekið sinn dæmi ef að við náum samningu við ríkið eða komum öldruna heimilisrekstrinum í það horfa við sem ekki að borga fleiri hundruð milljónir á ári með þessu.
Já, þá náttúrulega bara er málið dautt, eða hvað? Við þurfum aðeins að velta í bara fyrir okkur nálgunst hluti. Ég get verið fúll á móti og fara fyrir stjórnarandstöðu og bara sagt þetta og sagt hitt og það er bara eðlilegt að gera það á köflum. Ég sé ekki ástæðu til að gera það undir þessum formerkjum sem við erum að fjalla þetta í dag, en það er svo bara aftur afstæða þá hvers og eins að gera það. Og ég hef ekki séð það að hamagangur hans sé endilega besta leiðin. Við þurfum að finna einhverja leið til að ná sátt við ríkið það hvernig við skiptum þessari köku og það er verið að vinna í því. Ég lít ekki þannig á að þetta plagg sé eyrnamerkt einhverjum stjórnmálaflokkum. Ég bara hvergi sé það. Þetta plagg kemur hérna út úr Byggðastofnun og sveitarstjórnarráðuneytinu og það er alveg augljóst á því að það hefur verið unnið að því í töluverðan tíma og ég get ekki séð að það sé verið að eyrnamerkja þarna einhverjum ákveðnum stjórnmálaflokkum. Það er bara einfaldlega verið að benda á mál sem þarf að vinna, sem þarf að leysa, sem við þurfum að ná samstöðu að finna leiðir til að verða veruleika. Það er stóra málið í öllu þessu samhengi. Og það er þannig sem ég horfi á þetta. Þannig að tekjuskiptingin, hún skiptir máli. Það er verið að vinna í því, það er verið að benda á ýmsa leiðir til að gera það, má gera betur, en þetta eitt og sér hefur ekki með það að gera. Þó að tekjuskipting sveitarfélaga breyttist hérna, þá myndi það ekki hafa áhrif á það hvernig við erum að vinna því að styrkja landsbyggðirnar í landinu af hálfu ríksins. Því að ríkið ber vissulega ábyrgð líka. Og það er hluti af því sem þessi landsbyggðaráætlun eða þessi byggðaáætlun gengur út á. Og ég tíndi svo sem ekki til í mínu máli hér fjölda atriða sem ég tel bara komi í sjálfu sér okkur og Akureyri í sjálfu sér ekkert við. En hafa áhrif annar staðar og ef þú vilt gerast bóndi þá getur örugglega fengið styrk til þess eins og hver annar bæjarfulltrúi Pröfberg. En ég vona að það sé ekki einhver misskilningur á ferð hér varðandi þetta mál. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er lokið máli sinu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Baldur Valdimarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil taka undir allt það sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur sagt hér áður og sömuleiðis bæjarfulltrúi Preben sem að setti sig í svolítið aðra stellingar og það er bara mjög gott. Í þessari þingsályktunartillögu er talin upp mjög mörg góð verkefni sem að koma okkar samfélagi og samfélagunum út af henni dreifðu byggðum mjög til góða. Það er mjög jákvætt að þarna er ákveðin vilji til þess að styrkja verkefni brothættar byggðir sem að ég tel að megi alveg gera. Það verkefni hefur þroskast heilmikið undir forystu Byggðastofnunar frá því að það var tekið, fyrstu verkefnin fóru þar í gang. Ég er hins vegar ekki alveg sammála á mælikvörðunum þar árangurinn. Það er talað að íbúaþróun verið notað sem mælikvarði. Samfélög sem að hafa glímt við neikvæða íbúaþróun í langan tíma, það er ekki hægt að ætlast til þess að það snúist við á einhverjum örfáum árum. Það eru til aðrir og miklu betri mælikvarðar, svo sem bara eins og ánægja íbúana með sitt samfélag og sitt sveitarfélag. Það er heilmikið talað sóknaráætlanirnar, sem er nýlegt verkfæri og hefur góðan tilgang. Það er verið að reyna að færa ákveðið völd á fjármunum til sveitarfélaganna sjálfra, annars vegar í áhersluverkefni og hins vegar í verkefni tengd svokölluðum uppbyggingarsjóði sem er rekin fyrir allar landsbyggðirnar. Hins vegar er gallinn kannski sá að það allt þarf samþykki stýrinefnds stjórnarráðsins sem að þýðir aftur að miðstýringarvaldið ætlar ekki alveg að sleppa hendina að þessu. Fyrir utan mörg önnur
verkefni sem eru hér mjög jákvæð og ég ætla ekki að fara að þylja upp. Ég vil samt svona fá að taka upp og horfa á máli líka með sömu glerum og bæjarfulltrúi Preben Jón hérna áðan. Það má líka taka þetta plagg, þetta eru upp á 30 síður, og skoða það sem ákveðna sjúkdómslýsingu á vondu kerfi. Þetta er allt það sem er að hjá okkur. Þetta er allt það sem við þurfum að laga. Og í staðin fyrir að breyta kerfinu, í staðin fyrir að ráðast á sjúkdóminn, að þá erum við bara að ráðast á einkennin. Sem í raun og veru miklu betra heldur en að gera ekki neitt. Þess vegna vil ég að við styðjum þetta, þess vegna styðja það sem að Gunnar hefur verið að tala hérna áðan, að styðja og styrkja við þessi verkefni og taka þau og taka þeim fagnandi. Því að þetta er í raun og veru það eina sem er rétt að okkur. En hér vantar, og það er annað sem að mér finnst svona vera einkennandi á þessu verkefni öllu. Það er samið að embættismönnum. Það er ekki samið að stjórnmálamönnum. Því að hér er engin pólitísk sýn. Og þetta er hluti að bara galla sem er svolítið að verða miklu meira hjá okkur. Það er búið að tala um þetta með önnur verkefni, þar sem að embættismennirnir eru í raun og veru farnir að ráða allt og miklu. Og við stjórnmálamennirnir farnir að ráða minna. Það er hvatt til orkuframleiðslu með smávirkjunum. Gott og blessað. Það er bara fínt. Helsta vandamál með smávirkjanir er síðan uppbygging raforkukerfisins og tengipunktarnir. Það er ekkert talað um það. Þannig að þarna vantar ákveðna tengingu sem að sko annað getur ekki gengið upp án hins. Það tala um flutningu opinberra starfa og fyrst 5% og svo 10% fyrir 24. Bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á þetta áðan og þetta er bara mjög gott og vissulega viljum við þetta. Ef þetta er það sem hefur rétt að okkur. Mér finnst þetta ekki metnaðarfullt. Þetta er leið embættismannanna. Leið stjórnmálamanna var það sem var gert með Fiskistofu til dæmis, sem er sama og nágranna löndin okkar hafa gert, Noregur og Danmörk, sem hafa virka stefnu, alvöru pólitíska stefnu það hvernig á að flytja opinberu störf og opinberar stofnanir í heilu eða hálfu eða í hlutum eða á einhverju tímabili út fyrir höfuðborgarsvæði. Þetta var Danir gert með mjög góðum árangri og þetta eru Norðmenn að gera. Það bær hérna beint austur af Akureyri, Brunnáysund, þegar við kannski heyrt hann vegna þess að það er fiskeldisfyrirtæki þar með loka kerfi. Mjög merkilegt fyrirbæri og við höfum verið að fá kynningar á þessu fyrir á Akureyri. Það sem að þessi bær er í raun og veru miklu merkilegri fyrir, þetta er pínlítill bær. Stærsta fyrirtæki þar er fyrirtækjaskrá Noregs, sem er í miðjum Noregi. Þetta er dæmi raunverulega pólitíska ákvörðun þarna á þessi stofnun að vera, punktur basta. Það varð allt vitlaust þegar Fiskistofa var flutt. Það varð allt vitlaust, þannig að við sjáum alveg hvað við erum að glíma við. En hvar á Fiskistofa annars staðar að vera en hér? Auðvitað á hún að vera hér. Og það er raunveruleg pólitísk sýn að ákvarða svoleiðis leiðir sem að virka og eru alvöru. Það er fleira, það er ekkert til dæmis að setja á fót nám í heimilislækningum við Háskólann á Akureyri eða nám í verkfræði eða tæknifræði sem væri raunveruleg byggðaaðgerð. Það góða í þessu plaggi er það að raforkudreifingar vandamálið er viðurkennt. Það er hins vegar ekkert hvernig ætlum við að breyta kerfinu þannig að þetta verði ekki svona. Við erum orðin föst í reglugerðarfargani sem að enginn virðist ráða við annar en við þurfum að fá löggjafan til þess að breyta þessu. Þess vegna erum við enn 10 árum seinna með enga tengingu vestur. Og sjálfsagt fáum við ekki næstu 10 árin heldur. Því að við verðum áfram með sama kerfi. Ég vil taka undir tekjuskiptinguna sem að tala hérna áðan. Það er raunveruleg stjórnmál. Þannig er raunverulega tekið á málunum. Það talaði ljósvakamiðla.
Nei, hérna staðbundna fréttamiðla og bent á að hugsanlega megi bjarga þeim á einhvern hátt með því að niðurgreiða póstkostnað, og ég held að þarna séum við alveg á rangari leið. Það eru ljósvakamiðlarnir það eru framtíðamiðlarnir, það eru þeir sem við þurfum að hugsa um. Og það er mjög tímabært að taka málefni ljósvakamiðla sem að starfræktir eru utan höfuðborgarsvæðisins, en eru samt með dreifingu allt land, að taka það til athugunar. Og í þessu sambandi að þá má til dæmis benda á mikilvægt menningarlegt og samfélagselt gildi stöðvaranna okkar hér á Akureyri N4. Og þess vegna hlýtur það að teljast eðlilegt að þannig starfsemi eigi að fá nota hluta af afnotagjöldum, en það er engin eða lítill eðlismunur á menningar- eða almenningshlutverki, menningarlegu og almenningshlutverki RÚV eða N4. Þetta eru stöðvar sem eru með ókeypis dreifingu, þetta eru stöðvar sem að ná til allra landsmanna, þetta eru stöðvar sem eru með menningarefni, þetta eru með stöðvar sem eru að búa til þætti sem eru á mörguleyti áþekkir, en önnur stöðin er rekin fyrir fjármagn einn landi, ætla hann kosti ekki álíka og margra mánaða rekstur N4. Það er ekkert sanngirni í þessu. Að taka á einhverju svona væri raunveruleg pólitík. Þannig væri hægt að halda áfram. Við erum að reka byggðastefnu sem er ekki góð, og hér er verið að reyna að bæta fyrir það með einhvers konar smáskammtalækningum sem eru bara góðar og allt í lagi með það, og miklu betra en ekki neitt. Þess vegna vil ég styðja þá bókun sem að bæjarfulltrúi Gunnar hefur lagt hér fram og fleiri hafa lagt hönd á plómi. Ég var ekki alveg að ná bókunni hjá bæjarfulltrúi Preben, en það var kannski gott að heyra hann aftur. En allavega þá styð ég bókununa, þrátt fyrir að ég sé mjög óánægður með þá byggðastefnu sem hefur rekin hér í landinu undanfarna áratugi, og ég held allir stjórnmálaflokkar á landinu hafi komið nálægt. Það er engin einn sigurvegari eða sökudólgur í því. Þetta er bara eitthvað sem er búið að vera mjög lengi, hefur ekki tekist vel, því að við sjáum alveg afleiðingarnar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldur Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta Sigríði Huld að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta eru búin að vera fínar umræður. Mér finnst ýmislegt gott í þessu skjali, stefnumótandi byggðaáætlun, en það er svo sem rétt eins og bæjarfulltrúi Preben og fleiri hafa bent á, það er ekkert nýtt þarna. Það er allavega mjög fátt nýtt. Og oft hefur maður heyrt í umræðunni að það sé engin byggðastefna, að það sé raunverulega ekkert gert í því að styrkja landsbyggðina. Ég held að það hafi verið á síðasta ári sem að var í fyrsta skipti í langan tíma sem var fjölgun á landsbyggðinni. Allavega skildi ég umræðuna þannig að það var heildarfjölgun á landsbyggðinni og sem er gott. En ég held að það sem væri byggðastefna væri færri sveitarfélög og sterkari byggðakjarnar. Það held ég að sé lykilatriði að það verði í raunverulega landsbyggð, að það verði sterkir, stórir byggðakjarnar, þar sem að sveitarfélög sameinast, þar sem við erum að horfa á það að sveitarfélögum séu nær 10 heldur en 30 að fjölda, og þau sameinast undir því, og þá getum við virkilega verið að horfa á einhverja byggðastefnu, en ekki 70 sveitarfélög eða 60 sveitarfélög, ekki það að það sé tekið út úr lögum árið 2011 og hvenær var það sem var afnumið lágmarksfjöldi. Í dag getur sveitarfélag í raun og veru verið með 1. Lögin kveða ekki á neitt lágmark. Þannig að það er ótrúlega margt sem er skrítið, og það er hið háa Alþingi sem ber ábyrgð á því. Þetta hefur verið sett í lög í Danmörku og Noregi. Fólk hefur verið gefið, sveitarfélögum og íbúum hefur gefið tækifæri. Það á raun og veru bara skilgreina það. Það kom fram í skýrslu sem kom fram á síðasta ári
fyrir að mér minni ráðandi sveitarstjórnarmála að það ætti að árið 2020 ætti lágmarksfjöldi að vera 1000 manns. Við eigum að gera eitthvað með þetta og það er svo vont að það þorir enginn að gera neitt með þetta á þinginu. En þetta væri raunveruleg beðistefna. Sterkir byggðakjarnar sem hefðu sterkt mótvægi við höfuðborgarsvæðið. Stofnanir ríkisins, ef við ætlum að stofna nýja stofnun eða sameina stofnanir, þá eigum við að stofna þær og setja út á land. Ég er sammála bæjarfulltrúa Baldvini að það er ekkert rosalega metnaðarfullt að segja 5% eða 10% starfa verði til að störfa án staðsetningar. Þetta getur bara verið miklu meira. Þetta getur verið 30%, 40%. Og það bara horfa til þess að þetta verði tilhjómsveit. Því að það er mikilvægast að öllu svo að verði dreifð búseta í landinu, það séu sterkir byggðakjarnar. Það sem er menningarlíf, það sem er góðsaða samgöngur við umheiminn, það sem er raforka, það sem er íþróttir og tómstundir, það sem allt er til þess að vera álveru höfuðborg. Og Akureyri er höfuðborg landsbyggðarinnar og við þurfum einfaldlega sterka pólitíkusa til þess að standa í lappirnar til þess að klára raforkumálin, til þess að klára að hér séu innviðir svo að við getum verið þetta sterka mótvægi við höfuðborgarsvæðið. Mér finnst, ég velti fyrir mér hvort að það var áætlun 2014 til 2017. Ég veit ekki hversu mikið af henni hefur nást í gegn byggðaáætlun. Mér finnst ég alltaf heyra eitthvað svona, svo gerist ekki neitt. Mér finnst, og ég treysti því miður ekki alþingismönnum til þess að standa í lappirnar og fara í þetta til þess að gera það sem gera þarf. Vegna þess að í sveitum landsins er fólk sem segir nei, ég vil ekki sameinast einhverjum, en það er það eina sem myndi bjarga okkur. Það er ekki það að segja að gera þetta með einhverju óskhyggju, vonandi sjá fólki ljósið, vonandi hitt og þetta. Við erum ekki þannig, við erum bara eiginhagsmunasækir og við hugsum okkar eigin rass. Það er þannig. Fólk er alltaf að passa sitt. En ég veit allavega að L-listinn hefur ekki komið að því að setja upp þessa byggðaáætlun. Þó önnur stjórnmálaöfl hafi öll komið að þessu. En það er alveg á hreinu að það er búið að tala um þetta nánast allt í áratugi og lítið gerist. Fólk þarf að standa í lappirnar. Það þarf að segja að þetta verði þannig á næstu 20 árum eða 12 árum þá verði lágmarksfjöldi orðin 20.000 eða hvað það er. Þannig að þetta er það sem ég ætla að segja um þetta mál í bili. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson er lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni fyrir að taka þetta til umræðu hérna. Á sama tíma og það er rosalega mikilvægt að við látum ekki þar við sitja að ræða þetta hérna. Ég get tekið undir mjög margt sem að bæjarfulltrúi Gunnar talaði um. Það er mjög margt gott í þessu, það er mjög margt sem ég er ótrúlega sátt við. En það er raun og veru ekki fyrir en við sjáum aðgerðir og fjármagn sem að fylgir þessari stefnu sem að það fer að koma eitthvað í ljós hvað verður að veruleika og hvað ekki. Og persónulega finnst mér algjör óþarfi að ákveða það fyrirfram að þetta sé algjört drasl og ekkert verið gert af því að ekkert hefur verið gert hingað til eða misbrestur hafa verið á því. Ég er líka sammála því að það er margt þarna sem er hægt að gera betur. En á sama tíma þá hugsa ég með mér ef að þetta er eitthvað sem er þá svona raunhæfara og hægt að ná þá og við getum þá gert og ég held að það er svo mikilvægt að það er okkar hlutverk hérna sem bæjarfulltrúa á landsbyggðinni að
fylgja þessu eftir og halda að stjórnvöldum eins og við höfum þetta gert í mörgum málum, við höfum þetta og margt af því sem við sjáum inn í þessari stefnu eitthvað sem að við höfum marg heyrt frá okkar fólki og marg rætt á alls konar fundum og ráðstefnum sem hafa verið haldin og ég nefni bara raforkumálin og ýmislegt annað, samgöngur og skólamál. Ég get alveg tekið undir með bæjarfulltrúa Preben að varðandi fjármagnstekjurnar að þá mér finnst eðlilegt að þær rennu til sveitarfélaga í sama hlutfalli og bara almenna tekjuskattstekjur og hefði gjarnan vilja bara, ég get ekki fá það inn í þessa bókun sem að við sömdum nú í sameiningu bæjarfulltrúa fyrir fundin. Þannig að það hefði nú svo sem verið gott að fá þetta kannski bara inn fyrr. Ég ætla ekki að leggja til neina breytingartillögu svo sem á þessari ályktun sem að Gunnar lagði fram, en það hafði ég sett ákveðin atriði þar inn og ég mun ekki taka undir bókunina hjá bæjarfulltrúa Preben, ekki eins og hún er. En síðan var eitt sem ég var að hugsa sem til dæmis varðandi að því að hún kom minnst á flutning Fiskistofu og hvað hafari var í kringu það, að þá fannst mér og vil bara hrósa að núverandi innanríkisráðherra fyrir það hvernig hann síðan leysti það mál, af því að það gerði hann með því að færa bara í raun og veru bara framkvæmdastjórann. Og mér finnst að það þess að við þurfum að læra þessu og þetta mínum að til eina rétta leiðin til að færa stofnanir út á land, það bara að færa stjórnandann og svo á fólk bara að geta unnið það sem að því hentar. Og ég tek fullkomlega undir með Baldvin að það hægt að gera svo miklu betur og hægt að líta til nágrannalanda okkar í því hvernig hægt að færa störf og eins myndi ég vilja að við, og þá kannski sérstaklega í gegnum atvinnuþróunarfélagið okkar sem verður nú til umræðu eftir, að við setjum meiri þrýsting á það að störf séu færð og störf séu í boði í án staðsetningar eða svona meðallána meiri sveigjanleika hvað það varðar. En fleira ætla ég nú ekki segja þetta og held ég vilji þá frekar ræða það betur þegar að því kemur að fylgja þessu eftir. Ég held að það sé miklu mikilvægara heldur en að vera að pirra sig á því hvað muni ekki gerast í þessu. Það ekkert nema spádómar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu, næst tekur máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég vil bara þakka bæjarfulltrúa Gunnar Gíslasyni fyrir að taka þetta mál á dagskrá. Þetta þörf og góð umræða, þessi byggða áætlun frá 2018 til 2024, þarna er verið að horfa fram í tímann og setja sér markmið sem er rosalega mikilvægt og ég fagna því. Og skal ég sem langar svona aðeins að fara inn á nokkur atriði sem hafa verið rætt í máli bæjarfulltrúa, eins og til dæmis með fjölgunina á íbúum á okkar svæði. Þetta er mikið gleðiefni, við höfum verið að vinna mikið í því á þessu kjörtímabili að efla innviðina á svæðinu og ég tel að það sé mjög mikilvægt að hafa sterka byggðakjarna. Ég get tekið undir það sem bæjarfulltrúi Matthías sagði áðan, að það sem styrkir Akureyri leið við verðum öflugur byggðakjarni þá styrkir það leið líka sveitirnar í kring. Varðandi fleiri konur í sveitastjórnir, þá vil ég nú bara nefna það inni að mínar samstarfskonur í bæjarstjórn hafa staðið sig virkilega vel. Mér finnst mjög gott að starfa með þeim, öflugar konur og það sem ég veist kannski virðist alltaf ekki skorta í okkur fleiri konur, heldur þurfum fleiri konur í áhrifastöður. Það er það sem máli snýst. En það hefur sýnt sig að það er sífellt fleiri konur sótt í það að fara í sveitarstjórnarmálin sem ég fagna og ég vona að svo verði áfram, en við þurfum að komast í áhrifastöður. Varðandi ríkið, að það þurfa að sýna meiri hörku og vilja gagnvart ríkinu, þá getur það bara vel verið, en það er mín skoðun að það ætti ekki að þurfa. Því að þegar upp er staðið, þá erum við alltaf að tala um fólki sem býr á Íslandi. Hvort sem þetta hlutverk ríkis eða sveitarfélaga. Og það er mín reynsla síðastliðin 4 ár í bæjarstjórn að við erum allt of oft að standa í stappi við ríkið að fá sanngjarnt fjármagn inn í þau verkefni sem við erum að sinna fyrir ríkið. Og ég myndi gjarnan vilja að svo væri ekki. Við væri hreinlega einfalt að geta bara setjast niður og rætt málinu og fundið út úr því í sameiningu.
En varðandi jafna tekjuskiptingu sveitarfélaga þá er þetta klárlega eitthvað sem þarf að skoða. Og ég fagna því að það sé verið að leggja áherslu á það að styrkja verkefni við brothættar byggðir. Við þurfum að hugsa vel eyjurnar okkar og höfum verið að vinna því hörðum höndum núna að efla þær og vona það gangi áfram vel. Varðandi sameinaðar stofnanir og setur út land þá fagna ég því. Ég held að við eigum að leggja mikla áherslu á það að fá opinber störf og störf á óháð staðsetningu hérna inn á svæði. En ég bara fagna þessu og þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Við ætlum að taka fundarhlé. Þá bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur beðið orðið. Ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú bara þakka fyrir góða og athyglisverða umræðu sem búin að vera hér á þeim sem að undan hafa komið og vona að vera ekki mjög mikil endurtekning á því sem áður hefur komið fram. Það er eitt sem að mér finnst mikilvægt að við megum ekki gleyma í umræðinu þegar við tala um höfuðborgarsvæði versus landsbyggðina og svo sem er kannski ekki endilega eitthvað sem ætti að vera hér inn í þessu plaggi sem er rætt. En það er það að heimurinn hann fer alltaf minnkandi. Samkeppni fólkið okkar á landsbyggðinni er ekki bara við höfuðborgarsvæði heldur líka við heiminn allan og meira segir það þannig að, og því mun fjölga, að fullt af fyrirtækjum eru, ekki kannski fullt, en það eru fyrirtæki komin með starfsemi bara út í geimnum og ég minna það er bara eitthvað sem að, held ég, ef við horfum til framtíðar, að það er eitthvað sem að við sjáum kannski börnin okkar og barnabörn sjá verða að raunverulegu atvinnutækifæri, það er bara að vinna út í geim, kannski við að tína upp Tesla bifreiðar. Það er margt sem kemur fram í þessu plaggi sem er mjög almennt eins og hefur komið fram í umræðun hérna. Mér langaði til þess að staldra við nokkra hluti eins og til dæmis það töluvert tala fjarnám og þá aðalega og nánast eingöngu tengt háskólum. Og það sem að skiptir máli þegar að tala fjarnám, sumir sjá fjarnám sem einhverja svona allsherjar lausn, en það sem að vantar í þá umræðu er það að við þurfum að skilgreina einhvers konar gæðastaðla fjarnám og hvaða kröfur við erum að gera til þeirra sem að gefa sig út fyrir að vera með fjarnám. Og þá kröfurna þurfa bæði að vera til menntastofnana og nemenda. Þessar kröfur þarf að skilgreina. Því að fjarnám er nefnilega ekki það sama og fjarnám og sitt sýnist hverjum og við sjáum það bara að þetta er mjög mismunandi bara til dæmis á milli háskólana hvernig fjarnám er nýtt sem kennsluform. Og til dæmis er þróunin orðin mjög athyglisvert að fylgjast með þeirri þróun sem hefur orðið hér í Háskólanum á Akureyri og þau hafa þar lagt mikinn effort, fjölga starfsfólki og fjölga tækifærum fyrir kennara til þess að nýta fjarnám sem þau kalla í dag bara sveigjanlegt nám. Því að klárlega er krafan sú frá nemendum að það er svo krafa að geta stunda sem mest nám í sinni heimabyggð og með þessum tillögum er kannski verið að koma svolítið til móts við það, en ég er samt svolítið skeptísk á það hvernig við eigum að skilgreina. Ef að nám er að verða svo mikið fjarnám þá verður einhvern veginn að halda skilgreina betur og búa til betri ramma í kringu það hvað er fjarnám. Og hér þarf að sjálfsögðu þá að vera gott samtal við mennta- og menningarmálaráðuneytið, enda eru þeir ábyrgðaraðilar fyrir þessu verkefni. Verulegu vonbrigði að sjá það að orðið iðnnám kemur aldrei fyrir í skjalinu. Ég trúði því ekki þegar ég fór bara í leit og það kom hvergi iðnnám. Og ef við ætlum að byggja upp öflugt atvinnulíf á landsbyggðinni þá verður að gefa framhaldsskólum á landsbyggðinni kleift að geta boðið upp á nám í meðal annars fámennum iðngreinum og það til dæmis er alveg mögulega hægt að gera með því að vinna
námið í samstarfi atvinnulífið og það hefur til dæmis verið gert hér í töluverðum mæli hérna á Akureyri. Það væri hægt að útfæra þetta betur á öðrum stöðum þar sem ekki einu sinni hérna framhaldsskóli. En það er svolítið sorglegt að sjá einmitt það að í svona plaggi sem að fjallar byggðamál að þá gleymist svolítið framhaldsskólinn og hérna það er ekki gott. Það verður nefnilega þá bæði að gera háskólum, hvort sem það eru háskólar á svæðunum eða einhverjar háskóla deildir sem útibú frá öðrum háskólum, að það verður að gefa þessum aðilum kleift að geta boðið upp á það að sinna sínu nær samfélagi, því að það sem að hentar okkur hér á Akureyri eða á Ísafirði eða Egilsstöðum er ekkert endilega það sem hentar skólanum í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu. Og þess vegna verður þetta að vera skilgreint betur. En sem sagt, það sem að er hluti af þessu öllu saman, þegar við varum að tala fjarnámið og nota tæknina sem sannarlega er alltaf að verða betri og betri, að þá verður að sjálfsögðu tækjakostur stofnanna að ráða við þá tækni sem til og sannarlega er hægt að nýta í námi og kennslu. Þar gætu ráðuneytin til dæmis verið kannski aðeins duglegri, til dæmis bara það að streyma fundum fyrir okkur hérna út á landsbyggðinni, að það er allt og sjaldan sem að það er ekki í boði, þó svo að það aðeins örlað á því svona síðustu mánuði og kannski síðustu 1,5 árið að það eru fleiri fundir og ráðstefnur að vera í boði þar sem að ráðuneytin er að skipuleggja með því að nota fjarfundi. En það er hægt að gera þetta miklu meira og það er líka, og eins og við talað í aðgerðaáætlun, það er hægt að nota fjartækni til þess að sinna til dæmis fjarlækningum, viðtal við sérfræðinga, sálfræðinga, það er hægt að nota túlkaþjónustu með því að nýta tæknina og ýmislegt annað. En allt er þetta mjög almennt orðað. Ég fagna aðgerðum sem er talað þarna störf án staðsetningar og eins og kom fram í máli hérna bæjarfulltrúa Matthías áðan, þá vildi hann sjá þetta vera miklu hærri tölur en þessi 5-10% að segja bara 30-40%, en ég bara fagna því ef þetta næði þó 5%, því að þetta er sannarlega vannýtt tækifæri og þar er kannski hluti af því er það sem að bæjarfulltrúi Baldur kom inn á áðan að hérna, það er þessi pólitíska staðfesta að standa með svona ákvörðum að það sé ekki embættismenn sem að segja alltaf computer says no og hérna að því að það kannski flækir eitthvað akkurat störfum fyrir þeim sjálfum. En þarna er sannarlega hægt að gera betur. Nú margt þarna getur alveg verið að kosta sveitarfélögin talsverðar fjárhæðir og óvíst hvort að öllum þessum verkefnum verði að veruleika vegna bara kostnaðar og sumt náttúrulega þýðir bara kostnað hjá okkur, sveitarfélögunum, og ríkið þarf að sannarlega standa hérna við sitt. Og annað sem að mér fannst svolítið sérstakt að það er sameining sveitarfélaga. Það kemur hvergi fram í þessu plaggi heldur, því að ef eitthvað er byggðamál þá er það sameining sveitarfélaga. Og tek undir þau orð sem að bæjarfulltrúi Matthías fjallaði líka hérna áðan, það var að efla byggðakjarnana, að búa til öfluga hérna, byggðakjarna í hverjum landshluta eða hvernig sem að við skilgreinum það. Þetta hefur til dæmis verið gert í gegnum tíðina, veit ég, eins og í Noregi, og ef að við erum með öflugan byggðakjarna, segjum bara eins og hérna á Akureyri, hvort sem við verðum sameiginlegt sveitarfélag eða ekki, þá eflir það alltaf nærumhverfi viðkomandi sveitarfélags, frekar en að allir sé að berjast í bökkum. En einstað þá að þora að taka þessa umræðu það hversu lítil geta sveitarfélag verið og hversu mikið hægt að gera til að tryggja aðgengi og að sé
raunhæft að tryggja aðgengi að þjónustu að hún sé sem jöfnust óháð búsetu. Þessi umræða, hún ekki nógu djúp þegar hún fer á stað. En eins og ég sagði það er ýmislegt þarna sem er gott. Plaggið sjálft gott og gilt þó að vanti kannski meiri ákveðni í það sem við vonandi sjáum að verði eitthvað að veruleika. Og þar skiptir máli að pólitísk forysta sé til þess að framkvæma það sem hér kemur fram. Til dæmis hvað varðar, bara þó það væri ekki nema bara það að byggja upp störf án staðsetningarna og að stofnanir séu ekki alltaf með sína höfuðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu. En ég mun styðja þá bókun sem hefur komið fram, enda vil ég hvetja þingið og ráðherra til góðra verka. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huldu á loki máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón. Forseti, bæjarfulltrúar, þó ótrúlegt megi virðast, getur hljómað, þá ég nú maður samstöðu og nú maður sem vill vinna með fólki og vinna að sameiginlegum niðurstöðum og lausnum. Það þarf stundum að sýna tennurnar og ég held að sveitarfélögin þurfa að gera það töluvert meira, í miklu meira mæli eins og ég hef komið að. Ég vil þakka fyrir þessu umræðu og ég vil þakka fyrir bæjarfulltrúa Gunnari fyrir að taka þessa umræðu upp inn í bæjarstjórnarsal og ég held ég sammála hverju einasta orði sem bæjarfulltrúi Matthías sagði hérna áðan og bæjarfulltrúi Baldvin kom hérna upp líka. Við höfum þetta góð lýsing hjá bæjarfulltrúi Baldvin að tala sjúkdómsgreiningu. Ég var bara, já, akkurat, þetta nákvæmlega þannig. Bæjarfulltrúi Gunnar kom hérna upp og talaði um það að það væri eitthvað að vera að eyrnamerkja einhverju stjórnmálaöflum þessi drög og hvort ég verið stjórnarandstöðu eða í stjórn eða hvað á þá leið, hvort ég væri í stjórnarandstöðu hér eða annað eða hverjir. Ég hvorki í stjórnarandstöðu né í stjórn, ég bæjarfulltrúi Akureyrar og vinstri slíkur og mér slétt saman hvaðan fólk kemur og í hvað flokkið Ég hef aldrei talað um þetta vera einhver pólitísk sýn á þessari stefnu, langt í frá. Það eiginlega pólitísk ósýnileiki, miklu frekar. Þetta svona einhver safe plagg sem ég ekki viss að bjargi neitt sérstaklega miklu fyrir sjálfstæði sveitarfélaganna. Ég stend alveg við orð mín áðan í þeirri bókun sem ég taldi að ætla að leggja fram, en mér finnst líka mikilvægt að við komum sameiginlega með bókun og mun vera með sameiginlegri bókun bæjarstjórnar hér, þó ég fagni ekkert sérstaklega þessu plaggi. Þá maður kannski að kyngja orðalagi hjá sumum sem vilja fagna þessu, en þá finnst mér þetta bara ágætis plagg og finnst það bara þeir vera að hugsa að vinna hluta af vinnunni sinni. Ég endurtek hluta af vinnunni sinni. Ég fagna ekkert fólki sem þau að vinna vinnuna sína. Á að gera það. Það er kannski réttar að ég komi þá með bókun og við kannski náum að sameinast aðeins þá hluti sem við ræddum þar undir umræðinu fjármálaáætlunina sem við tökum hérna upp í bæjarstjórnarsal eftir hálfa mánuð held ég. Það er best að byrja að fara að lesa strax. Það er tæplega 400 blaðsíður, mikið að tölum. En ég velti samt oft fyrir mér, ríkið gjaldþrota? Þeir bara, eða geta ekki sinnt þessu, hvernig staðan Þeir ekki að sinna þessu verkefni sem þeir ættu að vera að sinna, sem okkur finnst þeir eiga að vera að sinna, hérna út í sveitarfélögunum. Þeir á ekki við það. Þeir með ægilega áætlunum
þjóðvegi landsins geta bara hluta því. Þeir hafa enga hugmyndarfræðilega nálgun á því hvernig þeir eiga að rukka ferðamenn. Hann vel sé og þannig að við getum byggt upp staðana hérna. Nú við erum að taka okkur alls konar mál fyrir ríki sem ætti að vera að sinna, sem við hefum komið inn á áður. Og ekki bara komið tími til að við snúum þess við og spyrjum hvort við getum ekki hjálpað þeim lítið. Getum við aðstoðað ykkur til þess að þetta gangi nú svona þokkalega vel fyrir sig. Nú, það alveg gríðarlega stór múr hérna milli sveitarfélaga og ríkisins og við verðum að standa saman og snúa bökum saman í þessu máli. Það óeining leið og kemur ykkur málefni sem að fara út á Ísafjörðu eða á Egilsstaði, þá allt vitlaust á Neskaupstað, eða allt vitlaust út í Bolungarvík, eða allt vitlaust á Húsavík eða fer til Akureyrar. Það græðir enginn á því nema Reykjavík. Samstöðuleysi landsbyggðarinnar algjört, oft á tíðum. Og það ekki nóg að hvetja til samstöðu. Við þurfum að taka á málunum. Mín skoðun sú, Eyjafjörður á bara að vera eitt sveitarfélag. Og það gerist ekki svona sér. Nú, ég tek heils hugar undir því að þegar maður að færa störf og maður spennandi í þessu, vona að það gangi að færa störfinga út á land. Það svo sem oft verið talað þó oft verið reynt. Skógrækt var ekki skógræktin farið á Egilsstaði ríkisins. En Fiskistofa framkvæmdin, hún hefnaðist vel. Umhverfisstofnun eitt af fyrirtækjum sem var bara frábærlega vel gert. Nákvæmlega þar byrjuðu með forstjórann á Akureyri. Svo unnum við mátt vinna neð hvar sem og sem betur fer. Þá vill fólk helst búa á Akureyri þegar kemur að því vel þessu stað. Svona nokkuð neginn. Nú við þurfum að vinna meira að sjálfstæði sveitarfélaganna. Slíta okkur frá ölmusu ríkisins. Og það gerum við með því að segja bara þetta er gott. En takk fyrir góðar umræður og ég kem sterkur inn í umræðunum fjármálaáætlunina. Takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti ágæta bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að byrja að þakka fyrir ágætar umræður. Þetta voru fjörugri umræður heldur en ég átti von á. Ég verð að segja það. Það bara gaman að því. En það sem að skiptir náttúrulega miklu máli að við sýnum ákveðna samstöðu og komum hérna fram sem ein heild í svona máli vegna þess að við erum í raun og veru hérna að fjalla mál sem að skipta okkur öll máli. Það alveg hárrétt og hefur oft komið fram í þessum umræðum hérna að það sem veikir okkur, það ósamstaðan og það það hversu mörg sveitarfélög eru enn á Íslandi. Og það raun alveg, ég ætla ekki að segja, ég ætla að segja þessi grátbroslegt þegar maður mætir á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga og það eru 400 til 500 manns mætt til að ræða fjármál sveitarfélaga. Ég meina, mér finnst þetta ekkert eðlilegt. Ég held að það sé alveg bara einboðið að sveitarfélög fækki þetta á næstu árum. Það greinilegt að slík þróun í gangi á Austurlandi og víðar og ég ger bara fastlega ráð fyrir því að menn fara að sjá ljósi hérna á Norðausturlandi og hvort það verður Eyjafjörður eða allt Norðausturland fyrir að verða eitt atvinnusvæði þegar að Vaðlaheiðargöngin eru komin. Það alveg morgunljóst. Þá fyrst förum við að geta sýnt tennurnar. Við mætum hérna einu sinni ári á Eyþingsfundi öll saman til að ræða ákveðin mál, samþykkja þar einhver ályktanir og það bara hending ef að þær komast í fjölmiðla. Ég veit ekki af hverju, en þetta ekki gott. En við getum líka aðeins velti fyrir okkur hérna með
störf án staðsetningar, það líka alveg hárrétt að það skiptir máli að fá störf út á land. Atvinna náttúrulega grundvöllur byggðar. Það býr enginn einhvers staðar en hefur ekki atvinnu. Það skapa sér tekjur. Og það að vera með störf án staðsetningar eða áætla að það verði ekki nema 5-10% á næstu árum, þá held ég að það sé nú kannski bara eðlilegt að horfa raunhæft á þetta. Ég get alveg tekið undir með Sigríði Huld, bæjarfulltrúa Sigríði Huld, með það að ég held við getum fagnað því ef við náum þessum 5-10%, þrátt fyrir allt. Ég ætla bara að benda á eitt lítið dæmi sem eru við sjálf. Hversu mörg störf eru án staðsetningar á vegum Akureyrarbæjar út í Hrísey og Grímsey? Þau eru ekki mörg, þau eru nokkur. Samt erum við þar með brothættabyggðir. Og þetta er nefnilega ekki bara eins einfalt eins og okkur finnst að það ætti að vera. Og við verðum aðeins að horfa líka í eigin rann þegar við erum að horfa inn í þessa hluti. Og vinna úr þeim þannig. En við erum búin að ná lendingu með þessa ályktun og ég ætla að lesa upp þá breytta ályktun með leyfi forseta. Hún hljóðar þá svona: Bæjarstjórn Akureyrar fagnar framkominni tillögu til þingsályktunar stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018 til 2024. Þar er tekið á helstu verkefnum sem talin eru skipta miklu máli við að viðhalda byggð í landinu og jafna aðstöðu íbúa landsbyggðanna og miðað við íbúa höfuðborgarsvæðisins. 2 atriði vantar þó tilfinnalega. Annars vegar að ferjuleiðir verði skilgreindar sem hluti þjóðvegakerfisins og hins vegar áætlanir uppbyggingu iðnnáms. Úr þessu þarf að bæta. Það er hins vegar ljóst að flest þessara verkefna verða ekki að veruleika nema tilkomi markvissar aðgerðir og nægar fjárveitingar á fjárlögum hvers árs. Bæjarstjórn hvetur Alþingi til að hafa þau verkefni sem eru sett fram í þessari tillögu ofarlega í forgangsröðinni við gerð fjárlaga næstu árin. Þá telur bæjarstjórn mikilvægt að tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga verði leiðrétt þannig að sveitarfélögin fái hlutdeild í fjármagnstekjuskatti og skatti af arðgreiðslum sem liði því að efla sérstaklega sveitarfélögin í landsbyggðinum. Og við tölum hér landsbyggðirnar vegna þess að landsbyggðin er ekki eitt eins og kom fram áðan. Það er aðstöðumunur eftir sveitarfélögum á landsbyggðinni og við hljótum að horfa til fjölbreytileikans hvað það varðaði. Það getur engin ein lausn dugað fyrir alla. Svo langar við bara til að endingu að benda á það. Ég var einu sinni aðilega að því að stofna samtök. Þau samtök settu sér það sem megin atriði að vera aldrei neikvæð. Og þau fögnuðu alltaf ákvörðunum hér og þar á landinu. Þessi samtök hétu Samtök fámennra skóla og þau voru komin að jötunni áður en vissum af því við vorum alltaf svo fagnandi. Þannig að það getur verið mjög árangusríkt að vera jákvæður á köflum. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Voru þau laust? Þau sem geta samþykkt framkomna ályktun með breytingum vinsællega skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá segjum við þessum dagskrárlið lokið og snúum okkur að 9. dagskrárlið, starfsáætlun stefnuræða nefnda. Það eru sama fyrirkomulag á varðandi þennan dagskrárliða eins og aðra stefnuræður að bæjarfulltrúar mega taka eins og oft til máls og þau telja sig þurfa að tjá sig málin. Einhver sem hreyfir mótmæli við því? Nei, þá segjum við það samþykkt.